En já, á bara byrjuðu þetta eins og ég tekið oft fyrir þess að bara byrjuðu þetta. Já. Fyndið. En ef þú getur kynnt okkur, bara kynnt þig? Já, ég heiti sem sagt Ármann Atli Eiríksson. Ég fæddur 2000. Uppalinn, ég er Akureyringur og ólst mikið upp í Reykjavík og já, hef mikið áhuga á kaffi. Já, og þú ert að opna núna kaffihús. Já. Sem heitir Kaffipressan. Já. Í rauninni þetta svona Kaffipressan 2.0, ef maður að segja það. Það alltaf byrjaði sem kaffivagn árið ég pantaði hann í lok 2019. Þegar ég var svona hugsi yfir hvað maður ætti að gera varðandi nám og svona. Þá pantaði mér eitt stykki svona kaffivagn frá Kína og sem sagt hóf það minni mig júlí 2020 á sem sagt Káasvæðinu. Og síðan bara þá svona hefur þetta leitt út í þetta og árið 2021 eða 2022 þá sem sagt brann vagninn. Þá einhvern tímann á Þorláksmessu eða eitthvað, þá var ég með opið þarna mitt á Ráðarstorginu, var ég með opið sem sagt var þetta svona, við vorum að reyna að herma eftir þessu jólaþorpi minni með Hafnarfirði. Þá var ég fengið þess að koma þangað að vera með svona kakó og eitthvað svona. Síðan bara held ég var minna að vera Þorláksmessu, þá opnaði bara hurðina, það var bara allt kolsvart. Þá hafði eitthvað stykki í einhverju blöndun að tæki gefið sig og síðan þá er ég bara búinn að vera með vefversluna og núna er svona komið nýr kafli í kaffipressunni. Já, hvenær stefnir á að opna? Sko, það er mjög líklegt að ég verði með svona generalpröfu á morgun. Ok, wow. Það er svona, draumurinn er að vera með, í rauninni kaffibarinn sjálfur virkar og öll tæki og tóli er búin að virka í einhvern nokkrar vikur, bara eins og gengur að gerist, það er náttúrulega brjálæði að gera hjá verkamönnum og verktökunum og það er svona bara eðlilega, tekur aðeins lengri tíma að gera ráð fyrir. Já, akkurat, en reyna að opna allan eitthvað aðeins á morgun bara út að versla það? Já, bara út að versla bara aðeins að kynna þetta og síðan held ég að bara næsta vika, það kemur kannski formlega tilkynning á annarkvort Facebook eða einhverju ytri miðla hvenær svona opnunum verða, það verður innan við næstu 7-10 daga, myndi ég segja svona formulega opnun. Já, ok. Og ætlar bara að vera með opið alla daga og bara... Já, ég hugsa að verði sem sagt opið alla virka daga frá einhverju föstu tíma, ég gæla við 9:30 til 16:30 og síðan það líka á laugardögum. Þá myndi ég kannski hafa frá 10 til 4 eða eitthvað slíkt. Já, bara eitthvað svona létta opnun. Ok. Maður verður að taka sína smá frí inn á milli líka. Já, hvernig kaffi verður með í boði? Í rauninu verður þetta hefðbundið bara úr espressóvélum en svona megin áherslan í kaffipressunni hefur verið þessi VAF 60 uppáhelling og í rauninu alltaf bara býður maður upp á alla þessa hefðbundnu mjólkur espressodrykki, hvort sem þetta er cortado eða latte eða cappuccino en maður tók alveg eftir að í gegnum árin hefur langflestir heillast mikið af bara að horfa á uppáhellinguna. Þannig að þótt að þessi að bjóða upp á latte þá einhvern veginn hefur uppáhellingin alltaf verið í fyrsta sæti sko. Þannig að ég er svona, það verður alveg uppáhelling en alltaf auðvitað verður hægt að panta alls konar kaffidrykki og líka einhverja framandi eins og espresso tonic og affogato og eitthvað svona aðeins fyrir, svona aðeins öðruvísi líka. Stemmari sko. Já. Hvaðan færðu kaffið? Við erum kaffipressa gerði núna nýlega samstarf við Kaffistofuna sem er Sverrir Berg á bak við það og hann er eitthvað sem sagt kaffibrennslu í Hafnarfirði og hann er að flytja inn alls konar grænar baunir og ristar þetta sjálfur og þannig að við verðum með alls konar úrval frá honum og verðum með fastar 3 tegundir og það er svona einhverja frúti og einhverja svona kólumbíska hefðbundnu haselnötu súkkulaði keimanir en hann að við verðum líka, hann kíkti hann á mig fyrir viku og þá geti vel verið að við koma með svona einhverja svona pröfur á einhverju nýjum baunum sem er svona framandi. Áttu þér uppáhalds kaffi? Eitthvað hér eða eitthvað? Já. Sko ég flutti lengi inn, svona kaffipressan var líka að flytja inn, ég var með samning við, það heitir African Coffee Co. út í London. Ég var með samningu þá árið 2021 minnum mig, þá voru þau að brenna fyrir mig baunir frá Uganda. Og ég hef búinn að vera að selja þær einhver seinustu ár og mér fannst það alltaf Uganda hér, Uganda baunirna voru alltaf mjög skemmtilegar. Þannig að þær alltaf í fyrsta sæti eins og sko, en það getur vel verið að
að Sverrir koma með eitthvað skemmtilegt sem að mun taka fyrsta sæti. Já, ok. Og þú verður alveg með baunir í sölu hér þá og þannig fólk getur keypt sér baunir og mala heim og gert. Já, einmitt. Ok. Þú talaðir VAP 60, hvað af hverju heillastu? Einhver list á bak við þetta eða þetta? Já, þetta nefnilega kemur manni óvart sko, þegar maður byrjaði fyrst í þessu, þá náttúrulega amma kom alltaf og var alltaf að segja svona held ég alltaf upp að þetta hefðbundna trektin sko. Í rauninni VAP 60 kemur frá að því að trektin sjálf frá þetta japansfélag sem heitir Hario, sem mjög þekkt í þessum kaffiheimi. Já. Og í rauninni heitir þessi trekt frá þessu sérstaka fyrirtæki heitir Hario VAP 60. Og það hefur bara stikkað einhvern veginn að VAP 60 núna bara eiginlega annað orð yfir þessa aðferð að hella upp á með þessari trekt. Þannig að ég fann heldur bara að þetta svona auðveldasta leiðin til þess að komast inn í kaffi. Það þessi uppáhelling. Það rauninni, þetta bara þessi eina trekt og þú getur keypt út úr plasti á 500 kall bara á Amazon eða eitthvað. Og þannig að maður svona byrjaði að fikra sig áfram því og þetta bara alltaf mjög gott kaffi. Og síðan getur maður að fara að pæla í sko hvers konar filter þú ert að nota og hitastigið og hvernig þú hellir ofan í sko trektina og hversu lengi og hversu fínt þú malar. Þannig að þetta alls konar kunstir á bak þetta en í rauninni geta allir prófað sig áfram bara og fundið hvernig það já. Þú að vigta kaffið þitt og já. Okay. Við erum með ansi marga vogir hér sko sem bara upp á grammið sko 0,1 gramm og það tími og við erum með alla kallana stilt á rétt hitastig og það þarf að pæla í þessu sko. Ertu mikið að bara prófa heima hjá þér eða? Já. Bara að testa whatever? Já, mamma alveg brjáluð á mér. Ég búinn að fylla eldhúsið einhverju kaffidrasli sem hún alveg, fyrst maður komið hérna með fast hús undir þetta núna, þá getur maður að fara að losa eitthvað og færa hingað niður og prófa sig áfram hér. Já, akkurat. En þetta Nonni Travel húsið. Já. Þeir eru ennþá hérna bara fyrir ofan en það ekki með sitt gangandi og þú hérna. Já. Er það ekki fínt? Túristendur koma og... Jú, þetta mjög góða nágrannar líka. Við bara glöðum við kaffihjálfunum. Við erum náttúrulega kaffið og þess vegna gaman að geta komið og séð þetta. En við erum náttúrulega alltaf eiginlega bara reynum við það að spyrja viðmælendur hvernig taka kaffið sitt og merkilegt núna, hvernig tekur þú kaffið þitt? Ég tek það kolsvart. Það bara svoleiðis. Bara uppáhald. Þannig að ég fer nú alveg oft í latte og þegar ég fer eitthvað á svona einhver ný kaffihús erlendis þá pantaði mig oft cortado sem bara einn á móti einu með espresso og mjólk. Það svona gefur manni svona smá hugmynd hvernig mjólkin og hvernig espressoðan En fyrir utan uppáhaldingu myndi ég segja cortado. Frábært. Það bara þakka ég kærlega fyrir og við hlökkum til að sjá og koma bara og kíkja í þá á næstu 7 til 10 dögum. Já, endilega. Frábært. Takk kærlega. Kærar þakkir.